Góðan daginn allir. Daginn. Góðan daginn, velkomin á fyrirlestur Ásgerðar Guðmundsdóttur sjúkraþjálfara. Hún ætlar að tala við okkur núna næstu cirka 40 mínúturnar og fræða okkur réttar líkamsbeitingu og vellíðan við vinnu og hvernig við getum sett upp svona heimavinnu aðstöðuna sem best, þannig að við séum ekki að reyna á stoðkerfi okkar. Og ég ætla að biðja ykkur að hafa á mute. Ég heyri til dæmis að það einhver bakgrunnshljóð núna. Það væri gott ef þið getuð bara sett spurningarnar ykkar inn á textaspjallið svo að þá sjást að, þið getið skrifað inn á textaspjallið. Það best, þá myndum við bara taka þér núna í lokin. Svo vildi ég bara líka segja ykkur að þessi fyrirlestur tekinn upp og hann verður aðgengilegur á þessari slóð í 48 tíma, þannig að fram á hádegi og laugardag. Og þá vil ég bara gefa Ásgerði orðið. Velkomin. Já, takk fyrir það, Hrefna. Takk fyrir að fá að vera með ykkur og ég vona að þessi fræðsla eftir að koma ykkur á góðum nótum og kannski ekki úr vegi mitt að fara í gegnum þessi atriði á þessum tímum þar sem að mörg fyrir okkar ef ekki flestir bara farin að vinna heima. Og þá bara svo mikilvægt að við vitum hvernig við eigum að stilla upp starfsstöðun okkar og hlúa sem best að okkur. Og við skulum bara hefjast handa. Nú, þegar við erum að vinna heima, þá fylgja því þetta kostir og gallar. Og ég myndi segja að kostirnir séu þeir að við græðum svolítið tíma með því að þurfum ekki að fara út í umferðina á morgnana og við getum klætt okkur eins og við viljum. Við getum borðað þegar okkur hentar og hreyft okkur þegar okkur sýnist. En ég vil kannski þessum töluðum orðum ítreka svolítið að hversu mikilvægt það að halda rútínu heima. Halda vinnutímanum innan þess tímaramma sem við erum vön, ef það 8:16 eða 9:17 eða hvað það taka kaffipásurnar á þeim tímum sem maður vanur og hádegismatinn. Og þetta auðvitað svolítið, við höfum það mikil breyting að vera búin að færa vinnuaðstöðuna heim til sín og þess þá heldur skulum við reyna eftir fremsta megni að gera eins fjölbreytt og hægt Nú, ef við erum búin að sitja lengi heima í eldhússtólnum eða borðstofustólnum, þá kannski komið á sá tími að það orðið æskilegt kannski að fá sér skrifborðsstól. Hann auðvitað fæst hvað sem hvort sem flytji skrifborðsstólinn heim tímabundið eða fá eitthvað skrifborðsstól og hann fæst allt frá pennanum upp í IKEA og þar á milli eða svona standstól eða hnakkstól svo kallaðan sem hægt að hækka og lækka að vild til að hvíla sig svolítið frá setunni í stólnum. Nú og svo að standa við vinnuna. Og ég fer svolítið vel í það á eftir og þarna kannski sýna ykkur bara eina góða lausn, það að nota straubretti því að það stillanlegt í hæð og mjög þægilegt að nota. Ekki gleyma að gera hléæfingar og ég hef heyrt að fólk sé duglegri að gera hléæfingar heima heldur en í vinnunni, veit ekki af hverju, maður kannski eitthvað feimin við að gera þetta niður í vinnu innan aðra, en þetta ofboðslega mikilvægt að standa upp reglubundi frá tölvunni og liðka þreytta og súra vöðvavefi. Nú, svo náttúrulega kosturinn líka að við getum auðvitað sinnt húsverkunum svona bara eins og við viljum og eigum auðvitað ekkert að fá samviskubit yfir því, leika við börnin, fara út að ganga með hundinn, slá jafnvel 2 flugur eins og bara núna að vera út að ganga og hlusta þennan fyrirlestur í heyrnartækinu, þannig að það svo margt hægt að gerast niður til þess að taka sér smá hlé frá tölvuskjánum. Nú, ef að þessi 3 kassar hér að framan í svona þokkalega góðu jafnvægi, þá erum við svolítið í rauninni að koma í veg fyrir streitu og stressfasa. Vegna þess að það svo margt sem læðist í kroppinn á okkur þegar við sitjum lengi við og
fyrir það fyrsta þá förum við að finna svolítið fyrir svona líkamlegum einkennum og líkamlegu einkenni eru einmitt þau að ef þið takið 2 fingur og prófið bara með mér núna, takið vísifingur og löngutöng og borið þessum 2 fingurum svolítið vel ofan í axlarvöðvan á okkur, haldið þrýstingi svona 4-5 sekúndur og leið og þið takið svo fingurnar af að þá finnur maður eftir setur svona seyðingur í axlarvöðvanum og jafnvel margir sem að finnast þeir bara vera svona eins og sért hálfmarinn og þetta vísir að við séum komið með sem sagt vísi að vöðvabólgu og alls konar triggerpunktar í bakinu á okkur alveg frá hnakkarót og niður í mjóbak, triggerpunktar í kringum herðablaðið sem að verða aumir og þegar maður fær svona líkamlega einkenni það þýðir það að vöðvavefurinn er farin að safna í sig sindurefni vegna þess að vöðvinn fer í samdrátt mikið við að til dæmis vinna með músina og vinna á lyklaborðinu og þegar að vöðvinn vinnur svona í samdrætti þá getur hann farið að safna uppi eiturefnum sem gerir það að verkum að eðlilegur súrefnisflutningur á sér ekki stað og eðlilegt blóðstreymi og þetta í rauninni leiðir til þess að ef við gerum ekkert í okkar málum þá getur þetta farið að leiða til andlegs einkenna og andleg einkenni eru ekki eins áþreifanleg og þessi líkamlegu, þau læðast svolítið aftan að okkur og þau einkenni eru í rauninni þannig að við finnum að við erum kannski farin að verða svolítið skapstygg eða önulynd gagnvart þeim sem standa okkur næst eins og samstarfsfólkið okkar eða fjölskyldufólkið. Maður fer að missa svolítið þolinmæði, þetta fer jafnvel að hafa áhrif á meltingakerfið okkar og í versta falli þetta fer að hafa áhrif á svefnin okkar því að hann er náttúrulega svo ofboðslega mikilvægur í að endurnýja þreytta vefi. Og næstu glærur, þá ætla ég að fara svolítið í það einmitt hvernig við berum okkur af ef við erum að nota fartölvuna og skellum henni beint á eldhúsborðið og þið sjáið neðstu myndina í 4. dálk þar sem að maður er að rýna niður á snjalltæki eða símann sinn. Þetta er mjög kunnugleg sjón, hvort sem við erum að nota snjalltækin okkar eða að við erum að rýna niður á fartölvu sem er allt vitlaust stillt í hæð og hálsliðirnir okkar eru svolítið berskjaldaðir miðað við brjóstliðina og lendarliðina, þeir eru svolítið varðir inn í líkamanum okkar en hálsliðirnir þeir eru 7 og þeir eru umluktir vöðvum til þess að stabilisera höfuðið ofan á axlirnar á okkur og höfuðið á okkur getur vegið allt frá 3,5 upp í 5 kíló og þegar við lútum svona höfði að þá kemur eðlisfræðin inn í að þyngdin á höfðinu hún getur margfaldast alltaf 3 til 5 sinnum þannig að það er ekkert skrítið að þegar við erum farin að fá verk í hálssvæðið og sinafesturnar í hnakkanum að það er vegna þess að við erum einmitt að missa höfuðið í svona slæma stöðu. Og það er einmitt það sem getur gerst þegar við setjum fartölvuna beint á borðið án þess að gera nokkurn skapaðan hlut að þá fara svona verkir að læðast í okkur eins og til dæmis sést á þessari mynd hér. Þá vinn ég of lágt við borðið. Olnboginn á mér nemur fyrir neðan borðbrún sem þýðir það að ég fer að vinna upp fyrir mig þannig að ég er farin að draga axlir upp að eyrum til þess að geta unnið eðlilegar niður á lyklaborðið. Og þegar ég er farin að draga svona axlir upp að eyrum að þá er ég að búa mér til vöðvabólgu, höfuðverk og slíkt í hnakkasvæðinu pluss það að ég er að fá svona brot á úlnliðinn og það er senaslíður í kringum úlnliðinn sem eru með svona svokölluð göng og í gegnum þessi göng fara sinar og æðar og taugar sem næra framhandlegginn og lóa og fingrasvæðið og þegar við vinnum lengi í þessari stöðu þá getum við fara að finna fyrir sinaskeiðubólguverkjum og doða og svona seyðing fram í fingur. Tölvuskjárinn er of lár
sem þýðir það að ég einmitt að lúta höfði og rýna niður á skjáinn sem þýðir það aftur að ég fæ tak í vöðva sinafestur í hnakkasvæðinu og ég bý mér til enn frekari vöðvabólgu og í versta falli fyrir að finna fyrir spennuhöfuðverk og ég get jafnvel fara að búa mér til mígrini ef því að skipta vegna þess að uppbotnsvöðvarnir þeir verða líka fyrir álagi þegar maður rýnir svona mikið niður þannig að þetta í rauninni mjög slæm staða til lengri tíma. Nú ég ekki með mjóbakstuðning, ég sit á eldhússtól sem hvorki hækkanlegur né lækkanlegur og ég get í rauninni ekkert gert nema bara reyna að setja djúpt inn í stólinn til þess að fá sem bestan stuðning. Tilhneigingin alltaf þegar maður sest á morgnana að sitja beinn og sitja réttur en eftir langan tíma að þá nenna kviðvöðvarnir ekki að vinna þannig að þeir stabilisera miðjuna á okkur, þeir gefa eftir og þá förum við smá saman að sitja svona eins og hokin rækja og það gerir þau þetta verkum að maður fyrir að fá verk í brjóstbakið, mjóbakið sem og í mjaðmasvæðið vegna þess að þegar ég sit hokin þá get ég fara að klemma í mjaðmasvæðinu og þar að leiðandi ég þá farin að hefta eðlilegt blóðstreymi og eðlilegan súrefnisflutning þannig ég get fara að búa mér til fótaóeirð. Ég vinn frítt sem sagt inn á lyklaborðið á fartölvunni og ég ekki með sem sagt fríliggjandi lyklaborð né tölvumús sem gerir það aftur að verkum að ég viðheld þessu álagi á úlnlidssvæðinu og við vitum það alveg þegar við erum búin að vera að vinna lengi inn á fartölvu í svona stöðu að seyðingurinn sem við fáum í kringum úlnliðinn og fram í fingur getur verið alveg svakalegur. Þannig að það svo margt sem læðist í okkur og til að reka botninn á þessa mynd að ég ekki með fótskemil sem svo sem í lagi því að ég næ með táberg og hæl niður í gólf en nákvæmlega sama sem gerist, við förum að skapa okkur svona ankannalegar stellingar eins og til dæmis að krossleggja fætur, setja annan fótinn undir rassinn, jafnvel að spenna ökklana aftur fyrir stólfæturnar og þetta gerir það einmitt að verkum að það á sér ekki stað eðlilegt blóðstreymi og súrefnisflutningur og ég viðheld fótaóeirð eða bý til enn meiri fótaóeirð og þið finnið það kannski þegar þið leggist upp í sófa eftir langan og krefjandi vinnudag og jafnvel bara komin upp í rúm á kvöldi að þá finna margir fyrir þessari fótaóeirð. Hún mjög hvimleið og þið geti hjálpað ykkur alveg ofboðslega mikið með því að fara eftir þessum glærum til þess að reyna að koma í veg fyrir þessa verki sem þið sjáið sem búin að læðast í skrokkina á okkur bara með þessari setu á þessari mynd. Ég hérna orðin eins og skreytt jólatré, stjörnum klædd frá topp og niður í tær, þannig að það má eiginlega segja að fartölvan hún eiginlega okkar versti óvinur ef við ætlum að vinna lengi og krefjandi verkefni í þessari stöðu. Nú hvað getum við gert? Við byrjum þetta á því að reyna að hækka okkur upp í stólnum og ef við erum í eldhússtól eða borðstofustól að þá setjum við púð undir rassinn, 1 eða 2, þannig að ég sé búin að hækka mig þannig upp að olnboginn hann flútti við borðplötuna. Þar með get ég unnið eðlilega inn á lyklaborð. Og það mjög mikið atriði og þið getið testa með því að setja arminn í svona stöðin sem sé fatla, athugið þið rekið olnboginn í átt á borðplötunni, hvort hún framhallingurinn ná ekki að svífa svona rétt yfir borðplötuna, þá setjið í réttri hæð. Auðveldara ef maður í skrifborðsstól að hækka sig upp. Nú ég set bækur undir fartölvuna. Og það skiptir máli þegar við erum að setja skjá í rétta hæð hvort við erum að nota gleraugu eða ekki. Ef ég með
margskipt gleraugu eða tvískipt gleraugu, þá sjónpunktinn svolítið neðarlega í glerinu sem þýðir það að ég þarf að hafa skjáinn svolítið neðar heldur en ef ég væri með einn styrk í glerinu eða vinna án gleraugna. Þannig að þið þurfið að svolítið passa þetta þegar þið stillið hæðina með tilliti til höfuðstöðunar og uppbotnsvöðvanna. Fjarlægðin skiptir líka máli, þið dragið skjáinn nær eða fjær ykkur upp á það að þið missi ekki kontaktinn við mjóbakstuðning og ég bjó mér til ekstra mjóbakstuðning með því að setja púða við mjóbakið og mér fannst flugvélapúðinn koma svolítið sterkur inn þarna vegna þess að svampurinn í honum svolítið þannig að hann aðlagast líkamanum og hvaða púður sem er góður ef þið setjið í eldhússtólnum upp á það að geta fært líka púðan frá mjóbakinu og svolítið ofar upp á brjóstbak til þess að breyta svolítið setustöðinni. Nú þegar ég er búin að hækka fartöluna þá get ég ekki lengur unnið inn á lyklaborðið þannig ég verð að fá mér fríliggjandi lyklaborð og tölvumús sem að þið vonandi flest eruð að nota og það gerir það að verkum að ég vinn með þægilega stöðu á úlnliðinum og þarna í þessu tilfelli hæðin orðin það góð að ég komið með ókeypis slökur fyrir axlirnar. Svo ýmislegt sem getur komið í stað hefðbundins fótskemil ef þið eigi ekki fótskemil, þá getur þetta bara notað einhvers slags kassa, skókassa, sett púða yfir hann eða tekið fram einhvern skemil eða koll því að þá í rauninni erum við svolítið að koma í veg fyrir að við séum að krossleggja fæturnar eða setja fæturnar undir. Nú, svo vill ég koma inn á það að ef þið eru að nota 2 skjái sem ég veit að mörg ykkar gerið, að þá náttúrulega langbest auðvitað að vinna með aðalskjáinn eða stóra skjáinn beint fyrir framan okkur. Ég hef séð fólk vinna með 2 skjái þar sem að það með stóran skjá og svo fartölvuskjáinn og það einhverjum hluta vegna að nota fartölvuskjáinn beint fyrir framan sig en breytiði því ef að það þannig hjá ykkur vegna þess að ég kem inn á það eftir hvað það hentugt að nota þetta stóran skjá upp á það að geta splittað honum í tvennt. Ef skjárinn þannig að hann ekki á sleða, þið geta ekki hækka og lækkað, þá þurfum við að setja bók eða kassa undir til þess að fá hann í rétta hæð, allt með tilliti til höfuðstöðunar og uppbotnsvöðva. Nú, fartölunar höfð til hliðar og settar bækur undir hana líka, þannig að höfuðið á okkur róteri í láréttu plani á sjónsviðið á báðum skjám. Þannig að þið sé ekki að rýna upp og niður heldur svona beint í láréttu plani. Nú, hér hef ég fengið mér nett lyklaborð sem pínu frábrugðið þessu hefðbundna lyklaborði. Lítil lyklaborði eru þannig að þeir eru ekki með tölustafina, það búið að taka þá í burtu sem gerir það að verkum að ég get unnið með músina nær lyklaborðinu. Og ef maður rétthentur þá þetta mjög þægilegt að eiga svona borð til skiptana við venjulegt til þess að geta unnið með músina í réttri seilingafjarlægð. Og þið getið kannað það líka, það svona þumalfingursregla að þegar þið vinnið með lóan yfir músinni að þá skal olnboginn vera sem næst síðu. Þetta tryggir það að við fáum slökun í axlasvæðið. Seilingafjarlægðin orðin nú mikil ef þið að vinna með músina langt út til hliðar eða langt inn á borðinu því að þá finnið þið að olnboginn farin að seilast frá síðu og þá kemur strax tak í vöðvana hér upp í hálsvæðinu. Það líka til alls kyns tegundir af músum, tölvumúsum og gott væri fyrir ykkur að googla til dæmis orðið ergonómisk mús. Þá sjáið þið hvernig þær mýs líta út og þá vinnum að svolítið meira hliðlægt með músina í lóanum sem gerir það verkum að það fær meiri slaka í senafestur upp í olnboga. Og þegar maður vinnur mikið með tölvumús, þetta svo mikil fín hreyfing þegar við erum að vinna með músina, að þá eru margir þarna að finna fyrir áreiti eða bara verk í senafestu við olnboga, stundum kallar tennisolnbogi.
og þá getur það einmitt hjálpað að vinna þá með ergonómiska mús. Nú, mér finnst gott að setja púða undir framhandlegginn til þess að fá stuðning og fá ennþá betri slökun fyrir axlirnar og ég varð mér út barapúða, þið getið skoðað það líka með því að googla inn á bara 1, 2, 3. Þetta í rauninni kemur í staðinn fyrir þegar maður setur í skrifborðsstól að þá erum við búin að stilla stólinn þannig að hann í réttri hæð. Olnboginn sem sagt nemur við borðplötuna og ég tek svo stólarminn upp sem framhald af borðinu. Þá nemur stólarmurinn, hann nemur við borðbrún þannig að ég get unnið með arminn í 90 gráður í gegnum olnboga og fæ mjög góðan stuðning fyrir axlarsvæðið. Mér finnst líka gott að hvíla stöðuna að vinna með músina alltaf svona til hliðar. Þá ýti ég lyklaborðinu lengra inn á borðið og vinn með músina fyrir framan lyklaborðið. Og þá í rauninni ég búin að taka arminn í stöðu eins og hann sé í fatla og framhandleggurinn fær hvíld af skrifborðinu eða af eldhúsborðinu og þetta myndi ég mæla með að þið prófið upp á það að skipta stöðu og búa til enn frekari hvíld fyrir axlarsvæðið. Nú svo þetta mjög gott að geta skipt músinni yfir í vinstri og hægri, hvort sem við erum örvhent eða rétthent til þess að hvíla lóan sem meira dóminerandi. Tekur svona 10 til 14 daga og algjörlega þess virði að æfa það upp. Nú, ég talaði að þegar við erum að vinna með 2 skjái eða með stóran skjá fyrir framan okkur, þá mjög gott að geta splittað honum í 2. Og hér hagnýt glæra sem kemur ykkur á góðum notum líka upp á það að músin, hún sé að flæða rétt frá vinstri til hægri á milli beggja skjáa. Það kemur fyrir ég í úttektum og að hjálpa aðstoða fólk að músin einhver hluta vegna, hún fer bakdyra megin frá öðrum skjám og yfir á hinn skjáin. Og þá farið inn í settings system og inn í display og lagi þetta samkvæmt þessari glæru. Ég ýti svo apply þegar ég búin að finna út að skjár 1 réttur megin við skjá 2. Við getum farið með músina í skjá 1 og fært hann yfir eftir eitthvað vitlaust stillt hjá okkur og svo enda ég með því að setja enda skipuna með því að fara í kassan þarna neðst niður á glærunni, make this my main display. Þannig ég að gera stóra skjáin að aðalskjám sem gerir það verkum að þegar ég opna skjölin mín þá opnast þau á skjánum beint fyrir framan mig en ekki á fartölvuskjánum. Og svo vel ég í blá lokin að ýta á Windows-takkan á lyklaborðinu og samtímis á P-takkan og þá fæ ég upp 4 valmöguleika og ég vel extend sem gerir það verkum að ég vinn með 2 skjái sem 2 aðskilda skjái. Þannig ég get unnið með 2 mismunandi skjöl og borið þau saman. En talandi að splitta skjánum, þá ég með aðra hagnýta glæru hér fyrir ykkur sem þið getur grúskað í svolítið bara eftir á. Þið fáið glærurnar, ég mun senda þær til Hrefnu og þessar skipanir ótrúlega sniðugar og þið farið yfir þær hver á eftir annari til þess að kanna hvort það geti ekki komið ykkur á góðum notum og þessi rauðletraða skipun Windows-takkin og pílurnar, hún einmitt til þess að splitta aðalskjánum ykkur þannig upp að ef þið setjið pílu eða músina á eitt skjal sem þið að vinna með, ýtið svo Windows píla til vinstri, þá hoppar skjalið til vinstri á skjánum og fyllir út í 50%. Öll hinn skjölin sem þið að vinna með sem opin opnast þá hægra megin og þið ýtið á eitthvað skjal sem þið viljið þá að fylla út í hinn 50% og þá þið komin með í rauninni 2 skjöl á 1 skjá. 3. skjárin svo fartölvuskjárin. Mjög þægilegt.
Þið prófið þetta í betra tómi. Nú, svo vil ég aðeins fara yfir það hversu mikilvægt það að geta staðið við vinnuna heima hjá sér. Þið fikrið ykkur svolítið áfram innan veggja heimilisins og finnið ykkur góðan stað. Ég fann mér hillusamstæðu þar sem ég gat sett fartölvuna upp á efstu hillu, seti bók undir til að laga hæðina. Og þegar ég var búin að standa þarna við í svona 5 til 10 mínútur, þá fann ég strax að þetta var ekki að gera sig. Vegna þess að ég kom með sama brot í úlnliðinni eins og ég sýndi ykkur á fyrstu myndinni þegar ég sat fyrir framan fartölvuna án þess að vera búin að stilla hana og ég fæ tak í hálsvæði því ég rýni allt of mikið niður. Þannig ég hef sett aðra bók undir fartölvuna sem og ég fann mér harðspjald, frekar stórt harðspjald, setti harðspjaldið undir bækurnar til að dýpka hilluna og þar með var komið pláss fyrir lyklaborðið. Og þarna ég komin í mjög góða stöðu hvað varðar slökun fyrir axlir og hálsinn. Og til að vera ofboðslega nákvæmur, sem ég veit að þið munu gera mitt eftir þessa fræðslu, að þá fann ég að það var enn betra að setja aðeins þriðju bókin undir til þess að hvíla hálssvæðið. Nú, það mjög mikilvægt að þegar maður stendur og ekki vanur að standa, að þá þarf maður að standa með þungan í báðar fætur og gefa litið eftir í hnjánum. Og það lykilatriði að þegar gefið eftir í hnjánum, þá þið svolítið að spara mjaðmasvæðið. Því að þegar maður orðinn þreyttur, þá hefur maður tilhneigingu til þess að setja þungan í annan fótinn og jafnvel læsa í hnjálið og þá fer maður að standa svolítið fattur. Og ég myndi segja að 20 til 30 mínútur í senn sé nóg fyrir þann sem að byggja upp enn frekara þol til að geta staðið. Nú, ég fann að ég var orðin svolítið þreytt í ökklaliðinu með því að standa á hörðum flísalögðu gólfinu, þannig að ég var mér út bara mjúkan kodda, setti hann undir og þið getið notað kodda, einhvers slags dýnur, jafnvel geldýnur eða æfingadýnur sem þið getið brotið saman í tvennt til að fá enn meiri mýkt og þarna þið svolítið að fá mýktina fyrir ökkla, hnjálið, mjaðmalið og mjóbak. Svo var það aftur straubrettið. Það rosalega sniðugt ef við finnum ekki einhverja bókahillu eða samstæðu heima. Þarna hefur þessi sett straubrettið og fórnað borðstofuborðinu eða sófaborðinu til að fá það í rétta hæð og ef ég ætti að leiðrétta þessa vinnustöðu þá myndi ég segja að væri enn betra að vinna við endan á straubrettinu því að þá getið þið sett lyklaborðið þar ofan á og bækur undir fartölvuna til að hækka hana upp í rétta hæð. Og svo bara spurning að passa sig að multitaska ekki of. Þannig að það svo margt freistandi þegar maður að vinna heima hjá sér. Nú, hvernig veit ég þá hvort að líkamsstaða mín sé góð eða slæm? Það getið þið testað með einföldu prófi. Þið finnið ykkur vegg sem að þið getið þá snúið baki og ef þið þrýstið hæl og kálfa og rassi, mjóbaki og hnakka í vegginn og náið að gera það með góðu móti að þá það svolítið vísir á að líkamsstaðan ykkar sé nokkuð góð. Nú ef ekki, þá þurfum við að vinna svolítið í líkamsstöðun okkar og til dæmis ef við erum að náttúrunni hendi fött í mjóbaki, þá það vegna þess að framanvert læri og mjóbaksvöðvar orðnir stífir og við þurfum að vera svo óboðslega dugleg að teygja á og gera liðkandi æfingar ef við höfum tilhneigingu til að setja á lengi við og ég veit að við höfum öll tilhneigingu til að setja allt of lengi við tölvuvinnu og þá ef við erum fött þá getum við svolítið unnið með gagnstæða vöðva með því að þá þjálfa svolítið upp kviðvöðvana og rassvöðvana og það getum við gert til dæmis með því að gera hjólakviðæfingar með teygju, stunda tröppuþjálfun eða fjallgöngu og þá erum við svolítið að koma vel inn á kviðvöðvana og rassvöðvana.
Svo annað að ef við erum komin með þá holningu sem að þriðja myndin sýnir að við náum ekki með góðu móti að þrýsta brjóstbaki eða hnakkanum upp að veggnum, að þá erum við komin með allt of stífa brjóstvöðva. Og það svo sem ekki skrítið því að flest okkar daglegu athafnir krefjast þess að við vinnum auðvitað með hendurnar fyrir framan okkur og þá getur komið að góðu gagni að klæðast brjóstbelti eða mjóbbaksbelti og brjóstbeltið þægilegt hvort sem við klæðumst því innan eða utan klæða. Það eru strappar framan á því og þegar við strekkjum þá upp að þá erum við svolítið að draga herðablöðin saman og við réttum svolítið meira úr okkur og það ber samt að varast að klæðast svona beltum lengri en 1 til 2 tíma. Notum þetta 1 til 2 tíma í senn og tökum svo pásu og reynum frekar að gera þetta test reglulega, jafnvel einu sinni á dag, þangað til að við finnum að við getum með góðu móti þrýst nánast öllum þessum flötum upp að veggnum. Og þegar þið framkvæmið testið, þá höldum við stöðin í 5 sekúndur. Þið þrýstið lófunum líka að veggnum og svo takið 1 skref fram. Og þegar þið takið 1 skref fram og eru búin að þrýsta í þessar 5 sekúndur, þá finnið þið svolítið seyðing sem mun læðast svolítið frá topp og niður í tær og það vegna þess að taugakerfið einmitt að gefa ykkur skilaboð það hvernig maður á að standa og hvernig líkamsstaðan okkar þegar hún rétt. Og við meira þess að hækkum okkur 1 til 2 sentimetra þegar við stöndum svona upprétt og hnarreist. Nú checklistinn, ég ætla ekki að fara yfir hann skref fyrir skref, þið farið svolítið yfir þennan checklista sjálf þegar þið byrjið á því að endurstilla stöðin ykkar heima, skref fyrir skref til þess að tryggja að þið hafi nú allt með. Ég vil svolítið ítreka bara að reynið að finna ykkur þá stöður sem að þið getið breytt stöðinni úr sitjandi stöðu í standandi stöðu, verið duglega að gera hlífingar, passið ykkur á að næra ykkur heilsusamlega og reglubundið sem á að hreyfa ykkur reglubundið vegna þess að liðirnir okkar, þeir nærast eingöngu á hreyfingu og til dæmis ef við stöndum upp og gerum liðkandi æfingar að þá heyrum við stundum svona sérstaklega í hálsinum, ef við erum að hreyfa hálsin svona vinstri hægri, þá heyrum við stundum marr eða kemur svona, við getum búið til brak og eins ef við gerum djúpa hnébeygju þá kemur svakalegt brak í hnjálið og það sem gerist þegar við heyrum svona brak að þegar að 2 bein eða fleiri mætast, þar liður og í kringum hvern einasta lið liðpoki og hann fylltur af vökva. Og inn í vökvanum geta fara að myndast loftbólur eða svona gaskenndar bólur og þær taka auðvitað pláss og það skerðir svolítið hreyfigetun okkar þegar fara að myndast svona loftbólur. En með hreyfingu að þá sprengjum við þessar loftbólur og þá erum við að heyra svona brak eins og til dæmis ef við gerum þessu djúpar hnébeygjur og það góð sviti. Þannig að því meira sem við hreyfum okkur, því minna heyrum við brak og því meira erum við að auka hreyfigetu okkar. Nú, gullkorn dagsins ef þú hefur ekki tíma fyrir heilsun í dag, að þá hefur kannski ekki heilsu fyrir tíman á morgun. Og það einmitt þetta sem mér finnst bara að segja allt sem segja þarf og að þessu orðum sögðum langar mig að biðja ykkur að ýta ykkur svolítið frá borðplötunni eða borðbrúninni, gefa ykkur svolítið pláss og ég ætla að fara aðeins í gegnum þessar æfingar með ykkur líka til þess að sýna ykkur hvað þetta tekur í rauninni stuttan tíma í framkvæmd. Byrjum á því að setja hendur fyrir aftan hnakka og drögum olnbogana eins langt aftur og við getum og þrýstum fingrunum í hnakkarótina. Og hér erum við að opna brjóstkassann og við hreyfum olnbogann fram og tilbaka. Og svo tökum við annan arminn og við teygjum hann eins langt aftur og við getum á meðan við þrýstum fingrunum í hnakkarótina hinum megin og svo skipta.
og skiptum aftur, opnum brjóstkassan og teygjum úr hryggjasúlunni og einu sinni enn. Mjög gott. Spennum svo fingur saman, þrýstum lófanum fram og upp og teygjum armana vel upp á við og teygjum svo til vinstri og hægri eða öfugt og gerum þetta aftur. Þrýstum lófum, búum til stórt gat hérna á milli með því að þrýsta lófunum upp og í hina áttina og svo spennum við olnbogana fram á við og teygjum herðablöðin vel í sundur. Glæsilegt. Og svo skulum við beygja okkur þannig fram að brjóstkassinn nálgast lærin og reynum að snerta lófa í gólf þannig við fáum góða teygju á mjóbakið. Og svo rúllum við hægt og rólega upp lið fyrir lið og við finnum núna að við erum farin að draga andann meira niður í kviðarhol eða kviðholið og við erum komin í meiri djúp öndun sem gerir það að verkum að við erum líka farin þá að teygja á millirifjavöðvunum og við skulum halla okkur aftur í stólnum og teygja vel úr fótleggjunum. Kreppum tær að okkur og fáum hreyfingu gegnum ökklalið og réttum og ristum. Og kreppa og rétta og einu sinni enn kreppa og rétta. Svo skulum við taka ökklan og staðsetja hann á gagnstætt hné eins og myndin sýnir í neðri röð lengst til vinstri. Setjum við beint bak, grípum með fingurum sköflunginn og þrýstum brjóstkassa hægt og rólega í átt að sköflung. Og til að fá enn frekari teygju og djúplægan rassvöðva þá getum við þrýst með lófanum á hnéð, þá opnum við enn frekar og höldum í nokkrar sekúndur. Setjum fótinn niður, tökum ökklan hinum megin og tyllum honum upp á gagnstætt hné, grípum sköflung, réttum úr brjóstkassanum og þrýstum brjóstkassa í átt að sköflungi og létt þrýstum á hnéð til þess að fá enn dýpri teygju í djúplægan rassvöðva. Og það djúplægur rassvöðvi sem liggur fyrir aftan glúteusvöðvan sem heitir piriformis og í gegnum hann liggur settaug. Og þegar þessi vöðvi er orðinn stífur og hann verður oft fyrir álagi og áreiti þegar við sitjum lengi, að þá getum við fara að finna svona eins og brjósklosseinkenni, seyðing frá rassvöðvunum og alla leið niður í tær. Setjum fætur í gólf. Þannig þetta mjög mikilvæg teygja sem við vorum að framkvæma í þessu. Við tökum svo axlir upp að eyrum og slökum niður. Og aftur og slaka. Og einu sinni enn. Höldum hér uppi og rýnum upp á við og reynum að setja hnakkan ofan í axlarsvæðið og nuddum höfðinu svona ofan í axlirnar. Og við erum svolítið bara í sjálfsnutti hérna með hnakkasvæðið og slaka. Og þetta æfing sem þið þurfið að gera daglega á hverjum einasta morgni áður en þið byrjið að setja fingurnar á lyklaborðið. Það að taka axlirnar upp og sunka niður til að tryggja þær séu í þessari stöðu. Við setjum fingur á axlir og við teiknum stóran hring út til hliðar með olnboga, liðkum upp axlarsvæðið og skiptum átt, snúum tilbaka. Fínt. Svo setjum við eyra í öxl, setjum lófa eða fingurnar á hnakkasvæði og ímyndum okkur að við höldum á lóði í gagnstæðri hendi og þá fáum við góða teygju á hálsinn. Má aldrei gera þessar teygjur þannig að við förum yfir einhver sársaukamörk, gerum þetta hægt og rólega, kíkjum skáhallt niður og setjum lófan á hnakkan þannig við náum teygju frá hnakkarót og niður í herðablað. Sleppum taki og færum höfuðið hægt og rólega í upphafsstöðu. Setjum svo eyra í öxl hinum megin, tyllum fingrunum og setjum lóðið í hinn arminn, þannig að við teygjum arminn
vel niður á móti hálsinum og fáum fína teygju. Sleppum takinu á fingrunum, kíkjum skáhallt niður, setjum lóa á hnakkann og fáum teygju frá hnakkarót og niður í herðablað. Sleppum svo takinu, höfuðið hægt og rólega upp og að lokum skulum við kíkja eins langt og við getum aftur fyrir öxlina og hinum megin og einu sinni enn og að lokum á hina hliðina. Glæsilegt. Þá vil ég aðeins nefna, ég að gleyma einn æfingu sem mjög mikilvæg. Það að við setjum lóa í bænastöðu eins nálægt okkur og hægt og svo þrýstum við lóanum niður. Hér erum við að fá góða teygju á framhandlegg og fingurnar sem oft vill gleymast. Þannig að þetta svolítið æfing sem ég vil leggja áherslu á. Flott, svo sjáum þið öppin þarna fyrir neðan, ég ætla ekki að fara í gegnum þau, þið getið prófað að hala þið niður í snjallsíman ykkar. Ég mæli með 7 mínútna verkfall, það 7 æfingar sem búið að byggja upp sem taka bara 7 mínútur og svo síðasta appi sem heitir PSS. Það nafni gefur svolítið til orða þessar setur að þetta app sem hjálpar okkur að sofna. Og jú, stand-up appið mjög sniðugt líka til að minna okkur á að standa upp annaðhvort á 30 mínútna fresti eða 60 mínútna fresti eða hvað það einmitt til þess að gera þá hléæfingar og koma í veg fyrir of langa setu. Síðasta glæran, svolítið myndræn sem sýnir ykkur í rauninni bara allt sem ykkur dettur í hug að taka saman á eina mynd sem hjálpar okkur við að vinna bug á vöðvabólgunni og verkjum sem farin að læðast í kroppin okkar. Ég mæli með gaddadínu, hún þægileg, hún þekur stórt svæði og hún þarf að snerta húð og maður liggur á gaddadínunni þá í kannski 20 til 30 mínútur í senn, ekki meira. Og ég mæli líka með að eiga bolta og ég ætla að sýna ykkur það þegar ég fer úr glærunum og kem aðeins betri í mynd til ykkar og lítill hringur sem eykur blóðstreymi í fingrasvæðinu. Ég mæli líka með slökun, það þetta neðst niður á myndinni lengst til vinstri. Þið setjið djúpt í volgt vatn og hrærið upp, drekkið glasið rétt fyrir svefnin til þess að koma í veg fyrir fótaóeirð. Nú enda sturtu á köldu baði þar sem sundlaugarnar enn lokaðar fyrir þá allra hörðustu að skella sér í Nauthólsvíkina en svona bara til að venjast svona þessu sogaða nutti sem við fáum úr köldu vatni á móti heita vatninu, þá rosalega gott að enda sturtu á því að allan að setja hendur og tásurnar undir kalt vatn og andliti svona til að maður vaknar, systemi vaknar svo vel upp við það. Passa líka bara ef þið eruð farin að sofa eitthvað illa, hvort það sé komin tíma á að skipta höfuðpúða eða dínu. Mjög gott að sofa með púða á milli hnjanna til þess að passa upp á hryggjasúluna og bara eiga góða og mjúka inniskó. Nú, þá ætla ég að fá að koma aðeins til ykkar áður en að ég hætti vegna þess að mig langar að sýna ykkur þennan bolta. Það mjög gott að eiga svona bolta bara og hafa við hliðina á vinnuaðstöðunni sinni til þess að nudda upp lóan á sér og fá aukið blóðstreymi og súrefnisflæði fram í fingurgóma. Það líka mjög gott að eiga annan bolta til að vera með á gólfinu og rúlla svo í rauninni ylinni yfir því að allir taugaendar enda niður í yl og þið eru svolítið að gefa öllum líkamanum búst með því að vinna með iljarsvæðið. Þessi hringur, hann svolítið sniðugur líka upp á það að auka blóðstreymi í fingrasvæðinu sem að verður oft ansi þreytt og þetta svo dulið þegar maður verður þreyttur í lóanum og fingrunum og þið setja hann á hvert fingur fyrir sig og færa hann bara upp og niður 4-5 sinnum á hvern einasta fingur
og svo mæli ég með því bara að eiga svona einfalt apparat eins og hárbursta sem klæddur með gúmmí á endanum og ég bara bursta upp þreytta vöðvavefi til að auka blóðstreymi, setja þreytta og aumar sinafestar og nudda svolítið hressilega yfir, jafnvel setja hann hérna upp í hnakkarót til að nudda það svæði og svo rosalega gott líka að vinna bara með höfuðleðrið og nudda þessar flötu vefi sem eru líka ofboðslega þreyttir í þessu svæði hér og í kringum augun. Þannig að verið dugleg að færa þessa hluti sem þið öll þekkið yfir í aðgerð og nýtið ykkur og setið ykkur það framalega forgangslistan að gefa ykkur tíma í að huga mitt að þessum málum, að vera smámennasum með stillingarnar á tölvun og skjánum og svo að vinna í stoðkerfinu. Nú, ef það eru einhverjar spurningar, þá mætti Hrefna endilega, þú aðstoða mig við það, að lesa það upp. Kæra þakki fyrir, þetta var alveg frábær fyrirlestur og gott að við fáum glærurnar svo við getum skoða það líka og tekið þetta til okkar og breytt, gerst góða breytingar á vinnuaðstöðunni okkar. Það eru engar spurningar akkurat í textaspillinu. Spyrja Hrefna. Já. Já, takk fyrir þennan frábæra og þarfa fyrirlestur og æfingarnar alveg frábært að fá svona En ég var einmitt að hugsa glærurnar. Hvernig nálgast maður þær? Verða þær settar á eitthvað svæði, Hrefna? Ég myndi þá örugglega bæði þeir sem eru skráðir þá get ég bara sent post á þá, en annars annars get ég skal finna út úr því, ég get líka beðið mannustjórana að senda það út á sviðin, en ég skal bara finna út úr því að skila því annarkost þá inn á viðburðin sjálfan í Uglunni eða ég beðið bara mannustjóra sviðina að forvarta þeim á fólk. Takk fyrir. Svo megið þið líka gjarnan ef þeir eru byrjuð að vinna með glærurnar og eru það að endurstilla þá ykkur alveg guðvelkom að senda mér post á netfangið áskrifur@vinnahilsa.is ef það eitthvað sem að dúkkar upp og þá reyni ég að svara eftir bestu getu. Það ein spurning sem að var að koma. Eru þessi boltar líka góðir ef maður með tennisolbúa og carpal tunnel? Já, carpal tunnel syndrom, það einmitt sinaslíðri við úlnlið og ég myndi segja að hárburstin væri mjög góður að nudda upp svæðið hér í kring sem og boltinn einmitt, að setja boltan á vef sinafestuna og eins að ef þeir eru með verki í bakinu að setja hann upp í vegg eða að leggjast á hann á dýnu. Já, þannig að einmitt, boltinn kemur á góðum notum og talandi carpal tunnel syndrom eða tennisolbúa, þá myndi ég íhuga minna lyklaborð og jafnvel ergonómiska mús. Frábært. Er einhverju fleiri spurningar í bili? Já, ef ég má. Já. Ég verða að vera í mynd á meðan. Ég með öxl sem svona nokkurn veginn frosin og þetta er tölvutengt, þetta sinabólga aðalega. Já. Og í sjúkraþjálfun við þessu og aðal fyrirmælin að hlífa mér við tölvuvinnu, þannig að ég í 50% starfi núna. Ég hef verið hjá 2 sjúkraþjálfurum og þeir hafa ekki getað sagt mér hvers konar mús ég ætti að nota. Við talum að þetta litla lyklaborð sé mikill kostur, þannig að því hlýði ég, en ég fæ bara skilaboðum það sé svo misjafnt hvað fólki þyki, hvað hendi hverjum einstaklingi og þess háttar. Hefur þú beina reynslu af þessu? Ég fengi svona sjálf og mér reyndist vel að vinna með mús sem svolítið svona eins og turn og þá allt
alltaf að forðast að vinna með arminn svona niður á því að þá ferðu beina tengingu upp í öxlina. Gott að vinna með svona mús sem þú heldur hliðlagt á og vinnir svolítið með arminn svona fyrir framað eins og ég var að sýna ykkur áðan. Því að þá ertu að hlífa allri spennu á þetta svæði. Reyndu að verða þér út mús sem er svolítið svona eins og turn í laginu og vinna með arminn fyrir framað þig. Takk. Já. Það ein spurning hérna viðbót, það eru rosalega mörg 7 mínútna upp til. Mælið þú með einhverju sérstöku? Sko, það nefnilega til svo mikið af þessum appum og þetta app sem að lítur svona út eins og ég sýndi ykkur á glærunni þar sem að hlíðæfingarnar eru, þá ef þið googlið það, þá sjáu þið hvernig logoið lítur út og það var þetta app sem mér reyndist bara mjög vel. Akkur það sem ég var að leita að, stutt og hnit með það, ég get sett inn æfingur og breytt þeim en þær taka bara 7 mínútur. Þannig að það einhvern veginn aldrei afsökun fyrir mig að gera ekki eitthvað, skiljiði. Og svo kannski í þessum tölulegum orðum þá finnst mér Strava líka svolítið sniðugt. Það svona samfélag sem svolítið hvetjandi, það sem að ekkert endilega maður að búast við að einhver sé að fylgjast með því hvað maður að gera. Það alls ekki að allir þar, heldur get ég sett mér sjálf smá áskorun, eins og til dæmis það að ég ætla að ljúka mér að ganga 5 kílómetra í nóvember eða 10 kílómetra eða hlaupa eða hvað það Þannig að allt svona bara svo hvetjandi. Þannig að ég myndi svolítið skoða þessi upp og einmitt þetta 7 mínútna app. Frábært. Ég held að við segjum þetta bara gott í bili. Ég bara minni á að þú veist þetta við erum búin að vera að taka þessa fyrirlestur upp þannig að hann aðgengilegur á þessar slóð í 48 klukkutíma. Þannig að endilega kíkið þá bara aftur á hann ef þið viljið já. En við segjum þetta þá bara gott í bili. Kæra þakkir fyrir þetta. Það var mjög gagnlegt. Takk sömuleiðis. Gangi ykkur vel. Takk. Bless. Bless.